Já, góðan daginn og verið velkomin á þessa kynningu á uppgjöri fyrir fyrsta ársfjórðung þessa árs. Og ég heiti Hjörtur Erlendsson og er forstjóri Handbuðunar og hjá mér er Emil Vera Eyþórsson sem er fjármálastjóri Handbuðunar. Og við ætlum að fara hér í gegnum nokkrar glærur og sýna okkur hvað hefur verið að gerast á fyrsta ársfjórðungi og fara í gegnum tölurnar. Ég fer í gegnum rekstrartölurnar og Emil tekur síðan við og fer í gegnum efnahagsreikninginn. Nú ef við byrjum á að kíkja á helstu atriði í starfsemina á tímabilinu, að þá er kannski fyrst að nefna að salan á fyrsta ársfjórðungi þessa árs, samanborið við sama ársfjórðung síðasta árs, var 6,4% hærri og EBITDA ársfjórðungsins var 3% hærri heldur en á sama tímabili í fyrra. Nú EBITDA hlutfallið sem var 10,9% á fyrsta fjórðungi síðasta árs reyndist vera aðeins lægra eða 10,6% og er það aðallega 9 félögin í samstæðin í Noregi sem halda þessu hlutfalli niðri. Án þeirra félaga væri hlutfallið rétt rúmlega 14%. Nú við því var að búist, enda er bara rétt 1 ár síðan við tókum þessi félag yfir og við höfum verið stöðugt að vinna að hagræðingu og það mun skila sér á næstu misserum. Nú eins og menn vita þá var ekkert úr loðnuveiði hér á Íslandi og það dróð því töluvert úr tekjum dótturfyrirtækisins Handbuðan Ísland eins og við mátti búast, en þótt nótaveiði og þjónustaveiði þau veðferði nemi einhver sem 3% af heildartekjum samstæðunar, þá kemur nánast öll þessi minnkun á fyrstu mánuði ársins. Nú vaxtabyrði samstæðunar lækka í heild sinni frá sama fjórðungi á síðasta ári og það kemur til vegna þess að við greiddum niður lán í Noregi. Við buðum sem sagt út nýtt hlutafé síðastliðið sumar. Hluta af því fór til þess að greiða niður lán í Noregi og þá njótum þess að þurfa ekki að greiða vexti af því á þessum fyrsta ársfjórðungi og síðan hinn hlutin af hlutafjáraukningunni er í ávöxtun hér á Íslandi og því að þeir peningar bíða eftir að við fjárfestum í byggingum og aukinni afkastagetu. Þannig að sú ávöxtun kemur til með að lækka heildarvaxtabyrðina. Þannig að fjármagnsgjöldin í fyrra voru 2,1 milljón evra en í ár 1,3 milljónir evra. Nú framboð og verð á hráefnum það hefur verið stöðugt. Allur óróleikinn sem að skapaðist í kringum COVID og þá sérstaklega eftir COVID, hann er búinn og það má segja sama orkuverðið. Það er búið að vera mjög stöðugt undanfarið. Nú við erum sífellt í framkvæmdum og við erum rétt að byrja byggingu á fiskeldis þjónustustöð í Skotlandi á inni Skye og þetta er undir merkjum Vonin Skotland og þið munið kannski eftir því að eftir að við keyptum Mörunót að Mörunót var með starfsemi bæði á Hjaltlandseyjum og líka á Hebriðseyju sem er vestur af Skotlandi og við tókum þennan hluta út úr Mörunót og felldum undir Vonina og þar var stofnað fyrirtæki sem fekk nafnið Vonin Skotland. Þannig að núna er öll þjónusta við fiskeldið á eyjunum, sem sagt í Færeyjum, Hjaltlandseyjum, Hebriðseys og síðan á Skotlandi á einni Skye, öll undir merkjum Vonarinnar. Og það passar mjög vel saman því að til dæmis Bakkafrost sem er stærsta fyrirtæki í Færeyjum er orðið mjög öflugt í Skotlandi. Og þau tengsl náttúrulega eru sterk við Vonina. Og annað sem er áhugavert í þessu er að landi sem við erum að byggja á
að það í eigu Mowi sem stærsta laxeldisfyrirtæki í heimi og þeir buðu okkur semst að koma þarna inn og létu hluta sínu landi til okkar svo við getum byggt upp bæði aðstöðu fyrir þvott og fyrir viðgerðir á netum. Þannig að tengslin bæði við þessi tvö stóru fyrirtæki eru mjög sterk í Skotlandi, bæði Bakkafrost og Mowi. Nú tekur dálítið tíma að byggja þetta upp en við búumst við að þetta verið tilbúið í svona lok næsta sumars. Nú, fleiri byggingaframkvæmdir eru í gangi. Við erum að byggja nýtt og mjög glæsilegt netaverkstæði í Skagen í Danmörku undir merkjum Kosmos. Þetta netaverkstæði sem 4.800 fermetrar og útbúið bara eins og mögulegt hægt að gera með alls konar tækjum til þess að létta vinnuna. Og þessi bygging hefur gengið alveg virkilega vel. Það urðu þarna nokkrar tafir nokkrar vikur í vetur út af slæmu veðri, en samt það nánast á áætlun og byggingin verður tilbúin í miðjan júlí og síðan tekur smá tíma að flytja starfsemin á milli og ég býst við getum hafið starfsemi þarna í byrjun september. Nú síðasta sem ég ætla að minnast á að á þessum fyrsta ársfjórðungi þá gengum við frá kaupum á 25% hlut framkvæmdastjóra Swannet USA í Seattle og eigum núna fyrirtækið 100%. En þetta var allt fyrirséð þegar við keyptum 67% í fyrirtækinu árið 2014. Að þá var samið að við myndum kaupa þennan hlut 4 árum seinna eða semst árið 2020. Þegar við komum að þeim tíma þá vildi meðeigandi okkar, hann vildi gjarnan halda hlutnu lengur og við vildum endilega að hann héldi líka hlutnu lengur. Þannig að við sömdum að þetta myndi frestast 4 ár og nú sem sagt 2024 og komið sem sagt að því. Hann að komast sem sagt á eftirlaunaaldur og að svona huga að því að minnka við sig vinnuna en verður sem sagt áfram með okkur næstu allan 3-4 árin og taka að sér uppbyggingaverkefni. Það svona ákveðin uppbyggingaverkefni sem okkur langar til að fara í á þessu svæði og hann mjög áhugasamur að taka þátt í því með okkur. Nú, kíkjum síðan á tölurnar. Ég er búinn að nefna eitthvað af þeim. En fyrst að nefna rekstrartekjurnar sem voru 78,3 milljónir evra á fyrsta ársfjórðungi og á sama ársfjórðungi í fyrra þá var þetta 73,6 rétt tæpar. EBITDAn hún var 8,3 milljónir og í fyrra var hún rétt tæpar 8,1 milljón. Og hagnaðurinn sem var rétt tæpar 2,2, hann í ár 2,7 milljónir evra. Síðan förum við eftir mjög nákvæmlega í gegnum rekstrarreikningin, þannig að þá getum við gefið nákvæmari skýringar. En þetta sem sagt rekstrarhlutin og við kíkjum á efnahaginn, að þá eru heildareignirnar 503 milljónir evra, hafa hækkað úr rétt tæpum 490 milljónum síðustu áramót. Eiginfjárhlutfallið hefur lækkað aðeins, það 52%, en var áramótin 55%. Þarna kemur ýmislegt til, meðal annars þessum kaup á hlutnum í Bandaríkjunum. En Emil hann mun skýra nánar út hvernig þetta reiknast svona út. Nú birgðirnar, þær hafa aukist frá áramótum. Farið úr tæpum 126 í 128 og það þarf ekki að koma neitt á óvart á þessum árstíma því að annar ársfjórðungur er yfirleitt okkar stærsti ársfjórðungur og á þessum tíma þá verið að byggja og útbúa troll
og kaupa inn til þess efni og margt af því sem verið að framleiða ennþá lagra og eftir að afhenda. Þannig að það eðlilegt á þessum árstíma sé lagra að hækka. Handbært fé, að það núna 58,2 milljónir evra en var áramótin rétt tæpar 53 milljónir evra. Og þetta eitthvað sem Emil fer líka vandlega yfir á eftir. Skuldirnar, net interest bearing debt, var 111 milljónir evra, 111,1, en var áramótin 115 milljón, þannig að skuldirnar sem bera vexti hafa lækkað aðeins. Við skoðum síðan rekstrarreikningin. Þarna sjáum við aftur söluna 78,3 milljónir á móti 73,6 í fyrra, aukning 4,7 eða sem nemur 6,4% í söluaukningu. Og hérna sjáum við árshlutagreininguna og sem nær þarna aftur til þriðja ársfjórðungs 22. En lengst til hægrið þá sjáum við síðasta ársfjórðung sem var 78,3 og getum borið súluna við fyrsta ársfjórðung 23 sem var 73,6. Og þarna sést líka mynstri sem ég var að tala áðan, að annar ársfjórðungur gjarnan okkar stærsti eða söluhæsti ársfjórðungur. Og síðan kemur þriðji ársfjórðungur og fjórði sem yfirleitt lægri. Þetta kannski ekki algilt, þetta getur breyst ef það að koma inn stóra pantanir til þess að fiskeldiskvíðum, þá gæti þetta mynstur raskast, en þetta svona frekar hefðbundið mynstur hjá okkur, myndi ég segja. Beinn framleiðslukostnaður, að hann jókst á milli ára, jókst 5,1 milljón evra, fór úr 49,8 í 54,9 og framlegðin, hún var því lægri, fór úr 23,7 í 23,4, úr 32% í 30. En rekstrarkostnaðurinn, hann lækkar hins vegar á móti, fer úr 15,7 í 15,1, þannig að EBITDAn fer úr 8,1 milljón í 8,3 og þarna 11%. Og þarna sjáum við EBITDuna, hvernig hún hefur þróast eftir ársfjórðungum. 8,3 núna, 8,1 2023. Og þarna sést líka hvernig EBITDA hefur skilað sér á öðrum ársfjórðungi í fyrra og síðan þriðja og fjórða. Og sjáum það sýnum líka eftir hvernig þetta þróast með hagnaðinn og það ekki alveg full fylgni hérna á milli. Afskriftirnar, þar hafa aukist eðlilega á milli ára úr 3,1 í 3,7. Þannig að rekstrarhagnaðurinn sem var 4,9 var 4,6. En þarna sjáum við síðan fjármagnsgjöldin sem að voru í fyrra 2,1 milljón evra en núna í ár 1,3, lækka hérna 800.000 evrur. Þannig að hagnaðurinn fyrir skatta fer úr því að vera 2,8 milljónir í 3,3 milljónir. Og eftir skatta að þá hagnaðurinn var hann 2,2 og var 2,7 á þessu ári. Og ég myndist áðan að var ekki fullt samræmi milli EBIT og hagnaðar sem að skýrist að ýmsum atriðum sem komu hérna í lok síðasta árs. En sjáum að hagnaðurinn 2,7 á móti 2,2 í fyrra, annar ársfjórðungur stærstur í hagnaði, síðan minnkar hann á þriðja og síðan varð lokin á síðasta ári urðu svona frekar daufleg hvað hagnað varðar. Og síðan höfum við hér greiningu á EBITDuna ásamt hagnaði og sjóðstreymi.
og Emil ætlar að taka við og fara yfir þá liði. Takk. Ég ætla að byrja á að fara yfir hérna svona svolítið einfalda EBITDA-brú sem sýnir þróunina frá EBITDA á fyrsta ársfjórðungi 23 yfir í EBITDA fyrsta ársfjórðungs 24. EBITDA á fyrsta ársfjórðungi 23 var rétt 8,1 milljón. Tekjur eru aukast 4,7 milljónir á fyrsta ársfjórðungi frá samanborið við síðasta ár. Framleiðslukostnaðar eru aukast 5 milljónir og rekstrakostnaðar lækka 620.000 og þetta leiðir af sér EBITDA upp á 8,3 milljónir á fyrsta ársfjórðungi ársins. Hérna sjáum við síðan hagnaðarbrú, þar sem við förum úr hagnaði fyrsta ársfjórðungs 23 sem var 2,2 milljónir tæpar yfir í hagnað fyrsta ársfjórðungs 24 sem var 2.700.000. Þar EBITDA-n aukast 242.000, afskriftir þær aukast og koma til lækkunar upp á 546.000. Fjármagnsgjöldin þau eru að lækka, þannig að það hefur jákvæð áhrif upp á 1,5 milljón. En gengismunur og mjög jákvæður á fyrsta ársfjórðungi fyrra. Það kemur aðeins minna inn núna, þannig að það hefur neikvæð áhrif upp á 740.000. Tekjuskatturinn er 100.000 evrum lægri en hann var á sama tíma í fyrra og hlutdeildarfélaginu er að skila 6.000 evrum minna og samtals leiðir þetta í 2,7 milljónir. Hér sjáum við síðan sjóðstreymisbrú frá handbæru fé í upphafi árs. Handbært fé í upphafi árs var 52.974.000. Innkemur EBITDA upp á 8,3 milljónir. Það jákvæð tala frá rekstratengdum eignum og skuldum upp á 9,2 milljónir. Vextir, skattar og innborgaðar arður er neikvætt 4,7 milljónir. Við erum að fjárfesta fyrir 9,8 milljónir í varanlegu rekstrarfjármunum og vélum og tækjum. Bankalán koma jákvæð inn í sjóðstreymið, við erum að taka láni 2,5 milljón nettó og síðan er gengismunur á handbæru fé upp á 200.000. Og samtals leiðir þetta í stöðu handbærs fjár í lok mars upp á 58,2 milljónir. Ég ætla að labba síðan með ykkur í gegnum efnahagsreikninginn. Þegar við vorum að halda þessa kynningar í fyrra þá var náttúrulega rosa mikið líf í tölunum þegar Mörunótt kom inn, þannig að það voru mikla breytingar. Það er aðeins minna núna. Við sjáum hérna að fastar fjármunir eru að aukast 4,4 milljónir evra á tímabilinu og munar þar mest varanlega rekstrarfjármuni sem eru þó fjárfestingar einkum sem að Hjörtur fór yfir áðan í uppbyggingu á fiskeldisþjónustu á eynni Skagi í Skotlandi og uppbygging á netaverkstæðinu í Skagen. Síðan eru þarna minniháttar breytingar á ofnislegum eignum og eignarhlutum en það kemur inn tekjuskattsinneign frá Mörunótt á tímabilinu, þannig að tekjuskattsinneignin er 1,2 milljónir var 0,3 í árslok, sem sagt aukningum 0,9. Veltufjármunir, þar byrðirnar eru aukast 2,3 milljónir á tímabilinu, fara úr 125,8 milljónum í 128,1. Viðskiptakröfur eru aukast 1,2 milljónir, fara úr 59,2 í 60,4 og handbært fé er að aukast töluvert 5,3 milljónir, cirka 10% og tengist þessi hækkun svolítið aukningu síðan, sem við sjáum á eftir í viðskiptaskuldum. Þannig að veltufjármunir samtals eru að aukast 8,7 milljónir og heildareignirnar að fara úr 490 milljónum í 503 milljónir eða upp 13,1 milljón. Þá förum við í skuldaliðina. Þá sjáum við að langtímaskuldir eru að lækka 3 milljónir, fara úr 120,2 í 117 milljónir.
Tekjuskattsskuldbindingin að aukast 500.000 evrur, fer úr 7,3 í 7,8 og langtíma skuldir eru samtals að lækka 2,6 milljónir á tímabilinu. Fara úr 127,4 í 124,8. Þá það skammtíma hlutin og það hérna sjáum við að viðskiptaskuldir og aðra skammtíma skuldir að aukast verulega, eru í 61 milljón, voru 41,2 í árslok í fyrra. Þetta aukning upp á 19,8 milljónir. Hér eru nokkrar skýringar. Á aðalfundi félagsins sem haldinn var í lok mars var ákveðin arður til hluthafa og þegar það búið að ákveða hann þá þarf að færa hann út úr eigið fé og færa til skuldar og inn í þessari tölu sem sagt 4,7 milljónir evra sem er arður sem er greiddur út til hluthafa núna fyrstu vikuna í júní. Til viðbót af því keyptu við í upphafi árs eignarhlut minnihlutaeigenda í Swannet USA í Bandaríkjunum og greiðslan fyrir þann hlut fer fram í byrjun apríl, sem sagt á öðrum ársfjórðungi. Þannig að þarna inni líka skuld vegna kaupa á minnihlutanum. Önnur breyting hérna inni einkum við Byrgja félagsins og tilkomin út af lengri greiðslufrestum þá frá þeim. Ógreiddir skattar að lækka hérna 1,5 milljón. Það erum við bara byrjaðar að borga niður skatta vegna síðasta árs og skuldir við lánastofnanir aukast 4,4 milljónir og þarna einkum að ræða framkvæmda lán vegna bygginga í Skotlandi og í Danmörku sem verða síðan endurfjármögnuð þegar byggingu lýkur og færist þá upp í langtíma skuldahlutann. Hérna sjáum við breytinguna á eigið-fénu. Eigið-féð var 270,3 milljónir í árslok 23 og núna 263,2 milljónir, sem lækkun 7,1 milljón og þarna eru megin skýringarnar sem ég kom inn á áðan varðandi arðgreiðsluna. Þarna búið að taka út úr órustu eigið-fé arðgreiðslu sem greidd út í júní, fara til skuldar og svo búið að færa þarna út hlutdeild minnihluta í eigið fé í Swannet í USA. Samtals gerir þetta 503 milljónir og 100.000 í eigið fé og skuldum í lok tímabilsins, samanborið við 490 milljónir í ársbyrjun, breyting upp á 13,1 milljón. Gjörðu svo vel. Ég ætla að segja nokkur orðum horfurnar framundan og þær eru ágætar. Það verkefnisstaðan hefur verið að jafnaði prýðileg hjá félögum innan samstæðunar núna síðustu vikurnar. Það var söludeyfð í fiskeldискvíum yfir mestu vetramánuðina í Noregi eins og við komum fram á þegar við kynntum ársuppgjöri fyrir 23. En salan búin að taka vel við sér á síðastliðnum vikum og eins og ég minntist á áðan þá erum við með töluvert fé í ávöxtun sem hjálpar okkur að halda niðri vaxtabyrðinni og milda áhrifina af því. Við erum stöðugt að vinna að frekari hagræðingar aðgerðum innan sérstaklega mörunóta aquaculture. Við erum komið búin að ná mjög góðum tökum á mörunót fishery, þar EBITDAn vaxandi og síðan eftir að við sameinum Hampiðan Offshore og mörunót Offshore í Hampiðan Advant að þá það fyrirtæki að gera sig virkilega vel. Við erum með samninga orkuverð í Litáen fram á mitt næsta sumar og stefnum að því að gera nýja samninga innan skamms og því að orkuverðið hefur verið þokkalega stöðugt og við viljum halda áfram að verja okkur fyrir því
Og síðan eins og áður þá eru hráefnisverðin eru stöðug og framboð á þeim er virkilega gott. Nú, við erum búin að fara yfir það sem að við vildum segja ykkur frá og nú er það spurningin hvort að þið hafi einhverja spurningar til okkar uppgjörið eða annað sem að því tengist. Það er líka hægt að senda inn spurningar á tölvupóstinn fjárfestatengsl@hampiðan.is. Hefur eitthvað komið inn, Jón? Ég veit póstum með tveim spurningum. Frá Hilmi Hlé Hannesinni. Og fyrsta spurning þar sem Mörnótt var hluti af samstæðinni 1. febrúar 2023. Gætu þið sagt okkur hvort að rekstur Mörnótt í janúar 2023 sé hluti af árshlutareikningnum semst 1. fjórðungur 2023? Og ef ekki þá tekjur og EBITDA að dragast saman á milli ára ef Mörnótt með allan fjórðungin? Já, við tókum við Mörnótt 1. febrúar á síðasta ári, þannig að salan í janúar ekki þarna inni. Ég er ekki alveg með það á hreinu hvað hún var mikil, en í þeim mánuði hjá Mörnótt þá var þetta tapmánuður hjá Mörnótt áður en tókum við. Og svo önnur spurning frá Hilmi. Eins og gætu þið gefið okkur skoðun á EBITDA horfur fyrir árið í ár? Gerið þið ráð fyrir svipari EBITDA og í fyrra eða aukningu eða samdráttu á milli ára? Já, það er erfitt að segja á þessum tíma. Ég held að við þurfum að sjá annan ásvörung til þess að geta metið það eitthvað betur. En við erum bara vel bjartsýnir fyrir árið og eins og höfum sýnt og sýndum í fjárfestakynningum á síðastliðið sumar að þá tókum við yfir Mörnótt og Mörnótt með lága framlegð og lága EBITDA og verkefni okkar næstu árin að byggja það upp, hagræða innan Mörnótt og ná Mörnótt upp í svipað horf eins og Hampiðan fyrir Mörnótt var. Og þar í Hampiðan þá höfum gjarnan verið með svona 14 upp í 15,5% EBITDA og það er klárlega stefnan með Mörnótt félögin að ná þeim upp á það svið. Og það náttúrulega myndi þýða hækkandi EBITDA á næstu árum. Og við erum komið mjög vel á veg með að breyta Mörnótt og hagræða, en þetta er líka margra ára verkefni. Við sögðum það á sínum tíma síðastliðið sumar að við lítum á þetta sem 5 ára verkefni. Við erum búnir með 1 ára af þessum 5 og þegar við lítum tilbaka þá getum við ekki annað sagt heldur en okkur hafi gengið bara virkilega vel með okkar áætlanir og náð því í gegn sem að við vildum á fyrsta árinu. Og síðan framundan frekari hagræðingar aðgerðir og líka eru þarna stærri mál hvernig við byggjum upp og flytjum til framleiðslu og annað slíkt og það eru verkefni sem taka gjarnan lengri tíma. En já, svona ágætlega bjartsýni fyrir árið á þess að ég geti nefnt einhverja tölur. Stendur 2027 markmið ykkar sem þið gáðu út seinast, minnum mig? Já, við erum að horfa stíft á það. Já, við erum gáum út áætlun og allan að ég horfa á þetta mjög reglulega og með fullan hug að ná þessu á það stig. Ekki sé neitt sem ætti að breyta því. Tölum við þetta 5 ára tímabil sem við vorum að horfa á. Viðbót á póstinum.
Já. Frá Valgerði Árnadóttur. Varandi minni eftirspurn á fiskeldiskvíum, finnið þið fyrir samdrætti í fiskeldisgreinin í heilt yfir í Noregi núna? Þess að vísa til þess að 3% eða 3% samdráttur í slátrun í Noregi í fyrra. Það kom þessi daufu mánuðir í lok síðasta árs og sem var líka í janúar og inn í febrúar. En eftir það þá hefur markaðurinn verið líflegur og við sjáum ekki annað heldur en að það sé bara ágætis sala framöndan. Og við erum með við erum að framleiða á 2 stöðum í Litáen fiskeldiskvíar hjá Mörnót í Mörnót Baltic sem er staðsett í Plunge. Og það núna rétt 2 mánaða verkefnalisti og hinn staðurinn sem er eldri og er undir stjórn vonarinnar að þar erum með verkefni fram í lok september. Þannig að við erum ágætlega að starta með verkefni í nýjum fiskeldiskvíum. En það hefur verið hik á fiskeldisfyrirtækjunum í Noregi meira hvað varðar svona vélbúnað. Netin sem við erum að búa til, það þarf að skipta þau mjög reglulega. Að nýtt net sem fer í sjó, að það má vera þar í 18 mánuði, þá þarf að taka það upp og hreinsa og gera við og það gerum við á þjónustustöðunum. Eftir það þá mega netin vera 1 ár í sjó. Þá þarf að taka þau upp aftur og fara yfir og gera við. Þannig að innan fiskeldisins þá eru netin svona meiri, hvað maður segja, neysluvara, meðan að búnaðurinn er til margar ára, jafnvel áratuga. Og það er þar sem að menn svona aðeins hikuðu í fjárfestingum. En við sjáum ekki annað heldur en að fiskeldi í Noregi það er að vaxa jafnt og þétt og það komi náttúrulega einhver svona samdráttur inn á milli en svona heilt yfir þá er fiskeldið að vaxa. Og þetta sjáum við líka annar staðar og sérstaklega í Skotlandi þar sem er vöxtur framundan og líka eins og við vitum hér á Íslandi þar sem eru mikla hugmyndir að auka fiskeldi þarna frá sem nú og við erum kannski komin í 1/3 af sjóeldinu sem að væri hægt að fara í hér við Ísland. Fengið fleiri spurningar? Ekki hérna á tölvupóstinni, allavega. Hér úr salnum, eitthvað meira? Og ef ekki þá bara þökkum við fyrir okkur. Kærar þakkir.